Komið sæl, það voru skil sem gengu við land og með nokkuð svona hressilega vind, þannig að gosmóðan sem var fyrir, hún er svona hún fór á mestu og loftgæðin svona víðast hvar nokkuð góð, en svona vestast á landinu var nú vart við gosmengun og jafnvel gosmóðu á Vestfjörðum svona lengst af. En sjáum lægðina, hún nálgast, skilin fór yfir þá lægði upp úr hádegi, svona við tók svona óstöður á loft, skúraloft, og það er það sem verður upp á teiningnum, svona lægðin hringsólar í kringu landið núna helgina og það verður skýjað og svona víða væta. Búið að hlýtt hjá okkur, hitinn fór yfir 20 gráður svona á allnokkrum stöðum, svona sérstaklega norðan til. Við sjáum ljósgulari lit taka við, þannig að svona aðeins kólnar en ekkert mikið og hitinn svona ætti að vera svona í meðalagi þá frekar. Suðlæg átt, já, tiltölulega hæg svona gola eða hægari. Sjáum svona úrkomu blettina víða í þessu. Gosmengunin ætti að leita til norðurs og norðvesturs og svona höfuðborgarsvæðið ætti nú að sleppa svona næstu daga ef að líkum lætur. Sjáum við í fyrramálið að það eru svona kannski eitthvað minna af skúrum norðan til svona þetta leyti og svona gæti jafnvel myndast einhver glufa þar og hiti komin í 14-15 gráður strax í fyrramálið. En síðan myndast svolítið svona bakki hér með samfelldari úrkomu hér á Suðausturlandi allavega, en annars staðar nú svona minni skúrir, svona smá skúrir vestan og norðan til á landinu. Hitinn gæti alveg farið vel yfir 15 gráður, sérstaklega ef sólin nýtur við. Við sjáum þetta svona eiginlega bara breytileg átt, hagbreytileg átt, meira og minna. Og annað kvöld þá dragið hérna áfram og víða skúrir svona sérstaklega þá inn til landsins. En ef við hlaupum svo yfir á laugardag þá lægðin hér norður af landinu, kemur hér með svona norðvestlæga átt hérna vestast á landinu, en annars hægari vindur. Sjáum að það áfram skýjað og skúrir víða á landinu, og hitinn svona að fara að draga úr hitanum svona fyrir norðan, allavega í norðanáttinni. En ágætis hiti hér á Suðausturlandi, áfram norðanátt nokkuð ákveðnari þá á sunnudaginn, strekkingur kannski hér norðaustan til landinu en annars hægari og mun bjartari hér syðst á landinu og þar verður hitinn hæstur. Sjáum að hitatölunin að lækka svolítið á Norðurlandi, en á mánudaginn fara þær aftur hækkandi, að verður vaxandi suðaustanátt, kemur önnur lægð, ágætis veður allavega framan af, en síðan keyrir þetta kerfi yfir landið með suðaustan strekking líklegast og svona rigningu. Ef við horfum svo á Evrópuveðrið, þá nokkuð óstöðugt loft áfram, það búið að vera eldingar víða í álfunni í dag og verður það eitthvað áfram á morgun, einnig í Skandinavíu. Þar ennþá hitabylgja og einnig hitabylgja hér í suðausturhlutanum, en svona eðlilegri hiti kannski á Íberíu skaga. Og í Bandaríkjunum þar sjáum við aðalega hér skil hér sem að liggja frá svona sléttunum hérna miðbyggið og teygja sig hér til austurs, og síðan eru svona skúradembur hér í Suðurríkjunum. En annars nú svona lítið að frétta vestan til, en við sjáum að það vel heitt hér í norðausturhlutanum og svona hitabylgja þar í gangi. En sem sagt á morgun, ef við skoðum svona kortið fyrir morgundaginn, að þá hæglætis veður, yfirleitt hægur vindur, skýjað, úrkomu í flestum landslutum, en svona kannski mest hér á Suðausturlandi þar sem kemur inn bakki með samfylgdari úrkomu, og það verður svona tiltölulega milt hjá okkur áfram. Látum þetta svo gott heita í bili. Verið sæl.